Já, það löng hefð fyrir ofurhetjudögum innan Origo og hjá forverum þess. Og þetta auðvitað, fyrst og fremst þetta bara gaman og skemmtilegt. Starfsmenn fá að velja sín verkefni eða sín konsept til að vinna með og eru gjarnan að vinna þá þvert á teymi og svið. En þetta ekki bara gaman, hefur þetta skilað helling til fyrirtækisins. Og tempó er dæmi það að þróun tempó hefur á stóru hluta komið til í gegnum ofurhetjudaga. Og önnur verkefni hafa til dæmis verið í tengslum við gervigreind. Við vorum með gervigreind á þeim eitt árið og upp úr því fæddist svona rauntíma þýðandi. Akkúrat þessa dagana erum við að vinna líka nýrri vöru sem kemur í loftið vonandi í fyrri hluta næsta árs. Og það vara sem upprunalega verður til sem ofurhetjuverkefni. Þannig að ofurhetjudagarnir þeir eru bara mikilvægur hluti í þessum nýsköpunar og vöru kúltúr sem innan Origo.